Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Látum oss biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyttnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og vona á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Og blessa oss, Drottinn, þessa stund í helgidómi þínum og láta oss finna huggun og styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son, Jesú Krist. Við biðjum í nafni hans. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð: Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskunn hans er yfir öllu sem hann skapar. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskunnsamur í öllum verkum sínum. Drottinn styður alla þá er ætlað hníga og reisir upp alla niðurbeygða. Drottinn er nálægur öllum sem ákalla hann í einlægni. Hann uppfyllir ósk þeirra er óttast hann og hróp þeirra heyrir hann og hjálpar þeim. Amen. Sér
Og svo ritar postulinn: Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, Faðir miskunnsemdanna og Guð allrar huggunar, sem huggar oss í sérhverri þrenging vorri, svo að vér getum huggað alla aðra í þrengingum þeirra með þeirri huggun sem vér höfum sjálf af Guði hlotið. Því að eins og þjáningar Krists koma í ríkum mæli yfir oss, þannig hljótum vér og huggun í ríkum mæli fyrir Krist. Amen. Ég vil líta til liðinna daga, ljúfa myndur í huga við draga. Þegar sumar og sólsöngvar yfir og bók, þessum minningum held ég til haga. Í dagmyrkvum græna fjalla, dreifast húsin hlíðar og stallar. Þetta þorpið í vígðarelfinu og minn höfuðstað helst fyrir kalla. Og hinn mýrdalsku fjöll mæli ég öll, efalaust þú í þeim álfar og tröll. Ég sé blika bálur og sænum, bóndans töðu á tónbretti grænum. Og á bakvið svo bjartleikist jökulsins svart, þaðan álfinn sig liðar í vænum. Og hinn mýrdalsku fjöll mæli ég öll, efalaust þú í þeim álfar og tröll. Alltaf vekur í sænum í sinni, þessi sveit býr í hjarta mér inni. Þegar sorgir þið sælir sveitir og bæ, þannig ætíð hún mér í minni. Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni og rísum á fætur. Marta sagði við Jesú: Herra, ef þú hefur verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann um. Jesús segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Jesús mælti: Ég upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur. Amen. Ser í djúp
Góðir vinir, við skulum biðja með orðum séra Hallgríms Péturssonar og segja: Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Náð sem yður og fríður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Við útvör Sveins Pálssonar leitar hugurinn til Guðs í bæn styrk og þrótt, en einnig til helgra orða í leit að huggun og von. Í 73. Davíðssálmi segir meðal annars: En ég ætíð hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þú munt leiða mig eftir ályktun þinni og síðan munt þú taka við mér í dýrið. Amen. Sálmar Davíðs konungs eru líkt og lífið sjálft, fullir af gleði, lofgjörð og tilbeiðslu, en einnig sorg og trega. Höfundurinn gerir sig grein fyrir því að á svo mörgum stundum í lífinu þarf maðurinn að reiða sig með einhverjum hætti á Guð. Sannarlega okkur öllum afmörkuð stund.
Lífið á sér upphaf og endi, en leið eilíft að kristnum skilningi vegna kærleika og miskunnar drottins. Stundum finnst okkur sem tíminn fljúgi áfram. Oft langar okkur til að hægja ferðina, njóta líðandi stundar miklu lengur. Minningar ánægjustundir með vini okkar Sveini sem við varðveitum í hjartanu kalla fram þessa kennd í söknuðu okkar á þessari stundu. Haldreipi kristinna manna á slíkum augnablikum og á kveðjustundu fullvissan að þó svo við hverfum eitt og eitt til annarra strandar, þá vari orð Guðs og miskunn að eilífu. Munum að þó dauðinn hafi vitjað okkar elskaða vinar, var Guð, og verður huggun sorgbitnum, svölun þyrstum sálum og athvarf frá kyni til kyns. Að loknum vinnudegi fer moldin að sönnu aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var, en andinn, hinn ódauðlegi maður, hinn eilífa sál, til Guðs sem gaf. Þess sama Guðs og lætur tungl og stjörnur lýsa upp náttmyrkrið og gefur von. Sveinn fæddist í Vík í Mýrdal 10. desember 1961 og var næst yngsta barn hjónanna Sigríðar Jónu Sveinsdóttur og Páls Jónssonar sem þá bjuggu á Mýrarbraut 13 en fluttu fljótlega í gamla spítalann við Hátún í Vík. Eftirlifandi systkini hans eru Anna Sigríður, Sólveig, Ása, Sveinbjörg og Bjarni Jón sem yngstur, en elsta systir þeirra lést í fæðingu 12. september 1944. Á ótímabæri kveðjustundu nú vilja systkinin ásamt fjölskyldum sínum þakka bróður sínum ómetanlega vináttu og samfylgd alla tíð sem hefði svo gjarnan þurft að vera lengri. Farar minningar kærleiksrík samskipti munu lifa og verma en aldrei gleymast. Sveinn fæddist inn í umtalsvert sæluríki. Því 8 ár voru milli hans og Sveinbjargar sem var næst honum í aldri. Frá fyrsta degi var hann því umvafinn elskandi foreldrum og einstaklega ljúfum systrum sem degröðu hann frá upphafi og mynduðu tengsl sem aldrei rofnuðu. Benskan einkenndist af fjörugum inni- og útileikjum í Stórbrótinni og fallegri náttúru Víkur, þar sem á köflum voru farnar ótroðnar slóðir og stundum teflt á 2 hættur eins og gengur í uppvextri ungra manna. Handboltamark var gert úr hurðakormum á heimilinu og síðan djöflast með ullarsokk sem bolta á milli þeirra. Golf stundað með trékylfum og gúmíboltum, leikur sem gjarnan hófst ofan við kirkjugarðinn og endaði á Rananum, þar sem heilsugæslustöðin stendur núna, og lauk þegar boltinn small í niðursuðudós. Eftir því sem aldurinn jókst, breyttust leikirnir og Volvoinn hans Palla í gamla spítalanum fékk stundum að finna fyrir því í drifti á svelli austur með Víkurhömrum að vetri til og svona mætti áfram telja. Barna- og unglingarnám stundaði Sveinn í heimabyggð og fór eftir það í menntaskólann að Laugarvatni, þar sem hann lauk stúdentsprófi 1981. Á menntaskóla árunum myndaðist sterk vinátta milli skólasystkina sem elftist eftir því sem árin liðu. Síðustu misserin kom það vel í ljós því Sveinn naut dýrmætra heimsókna frá gömlum skólafélögum og vinum í erfiðum veikindum sínum undir lokin. Fyrir það vilja ættingjar þakka nú af alhug.
Í skólafríum og á sumrin starfaði hann meðal annars í byggingavinnu, auk þess að vinna hjá Rarik í Vestur-Skaftafellssýslu undir stjórn mágs síns Gunnars Jónssonar frá Kirkjubæjarklaustri. Eftir að hann hóf nám í tæknifræði í Reykjavík og flutti þangað, stundaði hann byggingavinnu og átti til að mynda þátt í að reisa Kringluna á sínum tíma. Eiginkonu sinni Soffíu Magnúsdóttur kynntist hann á balli á Kirkjubæjarklaustri, en þau höfðu í raun þekkst frá bernsku, því Soffía átti mikil ættartengsl austur á Klaustur og var gjarnan í sveit þar á sumrin. Þau hófu ung sambúð og bjuggu í Reykjavík fyrstu búskaparárin. Þau gengu í hjónaband 27. júlí 1991 og eignuðust 3 syni. Elstur er Magnús Orri, fæddur 1987 og búsettur í Vík. Þá kemur Sölvi Hrafn, fæddur 1991, búsettur á Selfossi, og yngstur er Páll Andri, fæddur 1999, einnig búsettur hér á Selfossi. Soffía, sem var fædd 17. mars 1964, lést eftir stutta og snarpa baráttu við krabbamein 16. janúar á síðasta ári og var jarðsett hér í Selfoss kirkjugarði. Unga parið flutti til Lundar í Svíþjóð árið 1988 þar sem Sveinn lauk framhaldsnámi í byggingaverkfræði og þar áttu þau heimili í 6 góð ár. Þar eignuðust þau vini sem allt frá þeim tíma hafa fylgt þeim í lífi og leik. Eftir að þau komu heim bjuggu þau fyrst 16 ári í Vík í Mýrdal þar sem Sveinn starfaði sem verkfræðingur, byggingafulltrúi og síðan 2 kjörtímabil sem sveitarstjóri, auk starfa hjá sambandi sunnlenskra sveitarfélaga. Frá Vík fluttu þau til Búðardals þar sem hann var sveitarstjóri Dalabyggðar í önnur 2 kjörtímabil og þar bjuggu þau í 8 ár. Eftir það voru þau tíma í Reykjavík þar sem Sveinn starfaði hjá Mannvirkjastofnun og frá árinu 2020 hefur fjölskyldan búið í Baugstjörn 24 hér á Selfossi. Hann starfaði síðast sem byggingafulltrúi hjá sveitarfélaginu Árborg meðan heilsan leyfði. Fyrir 6 árum greindist Sveinn með æxli í heila sem eftir það tók smám saman yfir allt venjulegt líf. Inn á milli unnust sigrar en jafnt og þétt hallaði undan fæti. Hann þurfti að leggjast inn á Heilbrigðisstofnun Suðurlands í nóvember á síðasta ári og átti ekki heimangengt að neinu marki eftir það. Þar andaðist hann 29. júní síðastliðinn, umvafinn drengjunum sínum og fjölskyldunni, 64 ára að aldri. Synir Sveins og fjölskyldan hefur óskað eftir því að hér séu fluttar sérstakar og innilegar þakkir til starfsfólks lyflækningadeildar Heilbrigðisstofnunar Suðurlands hér á Selfossi fyrir einstaka umönnun í veikindum hans, góðvild, alúð og virðingu. Það er ómetanlegt, elsku vinir, að geta átt kost á slíkri þjónustu í heimabyggð. Eins skulu færðar þakkir til krabbameinslæknanna sem hafa komið að meðferð hans síðustu árin. Sveinn var afar dagfarsprúður maður, þolinmóður og rólegur í allri umgengni, góður húmoristi en fór vel með það. Gott dæmi er þegar Sveinbjörg, systir hans, spurði fyrir dóttur sína, sem er hjúkrunarfræðingur í Svíþjóð, af hvaða tegund krabbinn væri. Hann svaraði hæl og flutti systirinn skilaboðin til dótturinnar sem spurði strax sérfræðing sem hún þekkti hverjar horfurnar væru. Stuttu síðar hafði dóttirinn aftur samband og sagði mömmu sinni að nú hefði hann enn einu sinni gert at í þeim. Krabbameinið var að sögn Sveins af tegundinni XD.
sem enginn þar ytra kannaðist við að væri til. Taldi Sveinn líka að eftir aðgerð á höfðinu væri hann alveg laus við XD og stríddi fólki gjarnan með því. Þó Sveinn var í rólegur var hann ákveðinn og fylginn sér þegar á þurfti að halda og þeim sem þekktu hann duldist ekki að hann gat verið þrjóskur á köflum. Í veikindastríði hans og Soffíu kom líka einstaklega vel í ljós hvað hann bjó yfir miklu æðruleysi og var þakklátur fyrir allt sem gert var fyrir hann og kvartaði aldrei. Snemma byrjaði Sveinn að spila á gítar og hafði alla tíð afar gaman af tónlist og var mjög fróður hana. Hann var lengst af gítarleikari og stundum söngvari í hljómsveitinni Granít sem gerði út frá Vík í fjölda ára og var vinsæl. Í kringum Granít og allt hljómsveitarstússið var til vinátta sem aldrei bar skugga á. Og ég veit að félagar hans þar, makar þeirra og fjölskyldur, sakna Sveins nú af mikilli alvöru. Þau hjónin Soffía og Sveinn voru vinamörg og tilurðu ýmsir skemmtilegir vinahópar, svo sem Sósó-hópurinn frá Svíþjóðarárunum en ekki síður Grýlu- og Leppalúðahópurinn hér heima. Minningin einstakan vin og félaga mun styrkja þau og styðja í djúpri sorg. Sveinn var ómissandi með gítarinn á ættarmótum og vinahittingum, svo sem nærri má geta. Einhverju sinni var verið í sumarbústað með fjölskyldu Soffíu. Þegar áleið gleðskapinn brast fólk í söng og þá kom sér vel að hafa samvisku saman gítarleikara sem leiddi fólk jafnt og þétt á rétta tóna, því ekki veitti af. Og eins og flestir muna var eiginkonan Soffía ekki sú raddminnsta í hópnum. Daginn eftir kom tengdapabbi Sveins fram svartillur yfir þessum nýja trúbadúr sem héldi vöku fyrir fólki með hávaða og látum. Raunin var samt sú, elsku vinir, að alltaf heyrðist nú minnst í gítarnum og Sveini. Þegar tilstóð að halda í ferðalög með Sveini og Soffíu kom fljótt í ljós að þau gátu verið svolítið sein af stað. Óli Haukur, vinur þeirra, spurði hann einhvern tíma af hverju þetta væri. Sveinn svaraði bara rólega að hann hefði alltaf verið svona og stundu verið nefndur Svifasveinn í bensku. Óli Haukur og Sigrún kunnu ráð við þessu og gáfu þeim eldhúsklukku í gjöf sem stillt var klukkutíma og fljót. Og þau bönnuðu að henni yrði nokkru sinni breytt. Þessi klukka fylgdi eftir það Sveini og Soffíu hvert sem þau fóru. Hún nú í Baugstjörninni hér í bæ og að venju klukkutíma á undan áætlun. Það væri hægt að segja svo margar skemmtilega sögur Svein, en einhvers staðar þarf að láta staðar numið. Eitt var það sem Sveinn gat alla tíð gleymt sér við. Hann var með nokkra veiðidellu og smitaði strákana sína af henni, rétt eins og áhuganum á tónlist. Hans bestu stundir voru með fjölskyldunni við veiðar og samveru í Grænalóni á hálendinu, þar sem Grænalónsfélagið hafði reist veiðuhús. Hann átti mikinn þátt í endurbótum hússins þar, rétt eins og allra þeirra húsa sem hann eignaðist sína daga. Í minningunni eru stundirnar við Grænalón ómetanlegar að mati drengjana hans og vina. Elsku vinir, við erum hér samankomin fyrst og fremst til að kveðja og þakka. Sveinn var elskaður og virtur faðir sem skilur eftir sig stórt skarð. Á kveðjustundu skulu hér fluttar einlægar þakkir sona hans fyrir kærleika og umhyggju sem hann sýndi þeim alla tíð. Í hjarta sínu varðveita þeir fagra og dýrmæta minningu sem vermir á sorgarstundu. Nokkrir vinir Sveins
geta ekki verið hér í dag en vilja koma á framfæri samúðarkveðjum og þökkum til ykkar fjölskyldunar, Magnús minn, Sölvi og Palli. Þau eru Halli, Hulda, Gunnar og María Nelson sem senda innilega samúðarkveðjur til allra aðstandenda og minnast góðs vinar og margra ómetanlegra stunda með Svenna og Sofíu. Birgir og Bryndís á Kirkjubæjarklaustri og fjölskylda sem svo gjarnan hefðu vilja verið hér í dag en geta það ekki, senda ættingjum Sveins og vinum innilegar kveðjur og þá hér kveðja frá Ingu í Lundi og frá Baldri Ólafs og Kristínu Ernu Leifsdóttur. Elsku vinir, í upphafi hlýtum við á orð úr sálmum Davíðs þar sem þjáður maður talar við drottinn. Þegar ástvinur látin gott að minnast þess að í frelsaranum Jesú Kristi birtist vilji Guðs og markmið. Þess vegna það huggun í harmi að þrátt fyrir allt og allt fáum við áfram að vera með Guði sjálfum í þeirri óskiljanlegu eilífð sem hann býr okkur öllum. Í von stöðuga fylgd Guðs og eilíft líf skulum við láta orð séra Svavars A. Jónssonar á Akureyri lýsa okkur leið héðan út í daglega lífið. Ég á mér hirði hér á jörð sem hefur gáð mér á. Hann blessar mig og býður nægð, mig bresta ekkert má. Ef eigra ég eyði sand og enga leið ég finn, hann leiðir mig á græna grund og greiðir feril minn. Á kveðjustundu felum við látin vin, honum sem hjartað skóp og skilur og engum bregst. Dýr sé Guði, Föður, Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Kæru vinir, Sveinn hafði óskað eftir því að verða brenndur og síðan verður duftkerið hans jarðsett hér í Selfosskirkjugarði við hlið Sofíu, eiginkonu hans. En kista hans verður lögð niður hér framan við kirkjuna að athöfn lokinni, þar sem viðstaddir geta hvatt að gömlum góðum sið. Við skulum láta það ganga greiðlega fyrir sig. Svo vil ég minna á það sem stendur í fallegri sálmaskránni að eftir það öllum viðstöddum boðið að þiggja veitingar fjölskyldunar á Hótel Selfossi. Rísið úr sætum og takið postulegri blessun. Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé og veri með oss öllum. Amen. Hve langur tími liðinn
ég veit vel að ókeypis allt það sem best, en svo þarf ég að greiða dýru verði það sem verst. Ég sakna þín í birtingu að hafa þig ekki við hlið mér, og ég sakna þín á daginn þegar sólin brosir við mér, og ég sakna þín á kvöldin þegar dimman dettur á, en ég sakna þín mest á nóttunni svifið var árstíðar og svo lítill og við erum saman ferðatværir, stjörnurnar í festingunni sem færast nær og nær. Ég man þig þegar augun mín eru opin hverja stund, en þegar ég nú legg þau aftur fer ég á vinnu. Látum oss biðja. Lifandi Drottinn, vertu oss nálægur á hverri stundu hverfullar ævi og helga jarðlífssporin svo að vér studd náð þinni hljótum þá arfleifð sem þú hefur kallað oss til. Blessa oss öll í lífi og dauða, blessa þú minningarnar sem þessi stund helguð og lát þær bera þér vitni oss til blessunar alla daga. Við þökkum þér fyrir að þú gafst oss Svein Pálsson. Við felum þér hann og framtíð vor allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Og allar bænir vorar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Læra opnar skautið sig
Gjörið svo vel og rísið úr sætum. Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Gjörðu svo vel og rísið úr sætum. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vorn Jesú Krist. Amen.
draumur lifir aðeins einum nóg. Sér ber aldrei sem rígur jöfnum snjó. Hverju orði fylgir þögn og þögnin verður allt of fljót. En þó að augnablikið aldrei finnist upp, skaltu eiga við það mikilvægu þurr. Því að tár sem fellur aldrei nær að græða grunn. Líktu sérhvert sólarlag sem þér finnst að væri frá, því morgni eftir óginn Þú veist að tímans fætur fjötra engin frí, engin fránslöku blíðu aftur snýr. Ég skaltu fanga þessa stund, því höfðin í henni mín. Líktu sérhvert sólarlag sem þér finnst að væri frá, því morgni eftir óginn Líktu sérhvert sólarlag sem þér finnst að væri frá, því morgni eftir óginn